Forseti Alþýðusambandsins vill að fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra víki úr ríkisstjórn og axli þannig ábyrgð á því hvernig komið í efnahagsmálum þjóðarinnar. Gylfi Arnbjörnsson forseti Alþýðusambandsins segir að ríkisstjórnin hafi verið harðlega gagnrýnd vegna þeirra miklu skulda sem þjóðin á nú. Ríkisstjórnin verði að ná sátt við þjóðina. Hins vegar sé ótækt að boða til kosninga nú og þannig að hugsanlega yfir höfði sé stjórnmálakreppu. Brýnt sé að stokka bæði upp í Seðlabanka og ríkisstjórn. Ég held að það sé alveg ljóst að það megi horfa til þessuna bæði viðskipta og fjármálaráðherra sem auðvitað eru miklu gerendur í þessu atburðarás og eins og hefur komið fram í fréttum undanförnu ef maður lítur bara síðastliðið ár, ljóst að þarna hafa verið hlutir bæði í ráðuneytunum sjálfum og eftirlitsstofnunum sem að orkaði minnstakosti tímalis. Gylfi sér að ríkisstjórnin verði að lægja óánægju öldurnar í þjóðfélaginu. Félagar í Alþýðusambandinu sé orðnir mjög óþreyjufullir eftir lausnum. Í hverju eru mistök fjármála og viðskiptaráðherra fólgin? Ég held ég fari ekki neitt frekar út í þetta nánar. Eins og segi, mér finnst þetta að vera ábyrgð ríkisstjórnarinnar að finna leið til þess sem hugsanlega valkost við þeirri miklu kröfur sem uppi að ríkisstjórnin fari frá. Gylfi sér að Alþýðusamband hafi ítrekað bent ríkisstjórnin á lausn á fyrirsjáanlegum greiðsluvanda heimilanna. Þá hafi henni verið kynnt aðgerðaráætlun Alþýðusambandsins út úr efnahagsvandanum. En ríkisstjórnin hafi ekki viljað ræða áætlunina. Okkar forystumenn og okkar fólk eru mjög óþreyjufullt það að það sé farið að vinna í lausnum. En ef það verður ekki gert, hvað gerist þá? Þá held ég að verði bara áframhaldandi ólga hér meðal almennings og ég skil það bara mjög vel. Við getum ekki haldið áfram vikum saman án þess að séu teknar ákvarðanir það að reyna að komast út úr þessari stöðu. Formenn stjórnarflokkana segja fullyrðingar forseta Alþýðusambandsins að fjármála- og viðskiptaráðherra eigi að víkja úr ríkisstjórn vera ómaklegar og órökstuddar. Hann eigi ekki að skipta sér að verkaskiptingu í ríkisstjórn, ekki skipti ríkisstjórnin sér að verkaskiptingu innan stjórnar Alþýðusambandsins. Gylfi Arnbjörnsson, nýkjörinn forseti Alþýðusambandsins, sagði í fréttum okkar í gær að ríkisstjórnin yrði að ná sátt við þjóðina. Til þess þyrfti hún að stokka upp í Seðlabankanum og í ríkisstjórn. Lægja þurfi óánægju öldur í þjóðfélaginu. Vill hann því að fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra víki úr ríkisstjórn og axli þannig ábyrgð á því hvernig komið í efnahagsmálum þjóðarinnar. Mér finnst það ekki, hann eigi ekki að vera að láta upp í einhverja sérstakar skoðanir á því hvernig ríkisstjórnin samsett. Við skiptum okkur ekki af því hvernig skipað til sætis í stjórn Alþýðusambandsins og okkur finnst að þetta sé mál sem við verðum að leysa úr en ekki forseti ASÍ. Ég get svarað því hvað varðar Björgvin G. Sigurðsson bankamálaráðherra sem kemur frá mínum flokki að mér fannst þetta vera mjög ómaglegt af forseta ASÍ og mjög órökstutt líka. Þetta sem hann hélt fram því að hann kom hvergi fram með rök fyrir því af hverju bankamálaráðherrann ætti að segja af sér. Hvað hafði bankamálaráðherrann gert af sér? Hvar hafði hann sofið á verðinum? Það liggur fyrir að hann fekk ekki upplýsingar stöðu Icesave-reikninganna og það hefur framkvæmdastjóri fjármálaeftirlitsins sagt. Þannig að mér fannst þetta ómaglegt og órökstutt. Sama má segja fjármálaráðherra. Mér finnst það ekki, hann eigi ekki að vera að láta upp í einhverja sérstakar skoðanir á því hvernig ríkisstjórnin samsett. Við skiptum okkur ekki af því hvernig skipað til sætis í stjórn Alþýðusambandsins. Þannig að þú ert ekki að velta þessu fyrir þér eða íhuga hætta í þínu starfi? Hefur þú velt fyrir þér að hætta í þínu starfi eitthvað? Eða alveg saman með mig? Good evening, ladies and gentlemen. Here's a little number I tossed off recently in the Caribbean. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. So 3 cheers for your Willie or John Thomas. Hooray for your one-eyed trouser snake. Your piece of pork, your wife's best friend, your Percy or your cock. You can wrap it up in ribbons, you can slip it in your sock. But don't take it out in public or they will stick you in the dock. And you won't come back. Oh, thank you very much.